Þetta alltaf sama fólki sem heldur að heimurinn sé að farast. Og ég meina þú breytir því ekki. Svo þú lagar þetta sem eru þeirra hugðarefni, þau finna bara eitthvað nýtt. Þau eru alltaf brjáluð. Maggastín er alltaf brjáluð. Það alveg saman hvort sé út af húsnæðismarkaðnum, út af einhverjum verkalýðsmálum, út af innflytjendamálum eða Palestínu. Það skiptir engu máli. Hún finnur sér alltaf eitthvað nýtt. Þannig að hugsa aðeins um það. Ef að 2/3 þjóðarinnar vilja þetta, látu þá þjóðin að fá það sem hún vill. Ef að stjórnmálumenn ætla að gera gagn, að þá eiga þeir ít undir verðmætasköpun. Verðmætasköpun býr til styrkari skattstofna og bara betri lífskjör fyrir alla. Þannig að þeir eiga þá að fara í það að laða til landsins öflug fyrirtæki, en það gerist ekki með ríkis íhlutun. Það gerist fyrst og fremst með því að einfalda innkomu alþjóðlegra aðila, með því að vera með tvísköptunar samninga, með því að fella niður stökgjöld sem eru á Íslandi. Það er verið að byggja hérna til dæmis gagnaver og það er ekki verið að selja neitt að það er þjónustu hér til íslenskra fyrirtækja. En tölvutar sem kom í gagnaverið þurfa að borga virðisaukaskatt. Hvað rugl er þetta? Hættu því. Síðan er í reglugerðar fargani að það er alls konar reglugerðir sem var ekkert mála að afnema, sem bara hamla verðmætasköpun. Þannig að ef að stjórnmálumenn ætla að gera gagn, þá er það svona að einfalda uppbyggingu hér.